Atvinnupúlsinn unnin í samvinnu við eftirfarandi aðila: Brimrún EHF, DNG Akureyri, Kælismiðjan Frost EHF, HB Grandi HF, Loðnuvinnslan Fáskrúðsfirði, Marel á Íslandi, Orkusalan, Páena, Samherji HF, Slippurinn EHF, Valka EHF, Vélfag EHF Ólafsfirði, Vinnslustöðin Vestmannaeyjum. Í þessum 8. og síðasta þætti atvinnupúlsins hátækni sjávarútvegi ekki úr vegi að líta til baka, rifja upp nokkur athyglisverði viðtöl í fyrri þáttum. Við höfum komið nokkuð víða við í þessari þáttaröð, heimsótt fyrirtæki víða land allt og fylgst með íslenskri hátækni erlendis. Berlega hefur komið ljós að íslenskt hugvit og hátækni víðast hvar í öndvegi og vekja alþjóðlega athygli. Við hefjum leikinn í Cuxhaven í Þýskalandi. Deutsche Fischfang Union, sem dótturfyrirtæki Samherja í Þýskalandi, hefur tekið í notkun 2 ný vinnsluskip, Cuxhaven og Berlín. Íslenskur hátæknibúnaður áberandi borð, sérstaklega í vinnslurýmum. Þetta eru stór og öflug skip og breyta væntanlega miklu í rekstrinum. Þessi nýju togarar bara mjög mikilvægir fyrir okkur til þess að vera samkeppnisfærir, held ég, til að bjóða ungu fólki og reyna að fá það til að koma út á sjó. Af því að þá bæði aðstaðan og þá vinnan léttari og það er ákveðin sjálfvirkni borð. Þetta bara grunnur þannig að við getum haldið áfram að gera út næstu 10 árin og vonandi það vel. Þær nýjungar sem eru borð í þessum togurum, hvað dettur þér helst í hug að nefna fyrst? Það fer náttúrulega líka eftir eitthvað miðar. Við erum náttúrulega að taka risastökk og getum bara ímyndaðir það ef við vorum með skip sem byggt 73, þá náttúrulega vistaveru fyrir fólkið alveg, þá allt annað. Síðan erum við náttúrulega með mikla sjálfvirkni frá fristum. Þá þarf þegar fiskunum kemur úr fristinum og alveg þá getur hann komin á pallettu, þá held ég að þurfi 1 mann, meðan áður fyrir þurfti maður að taka hvern einasta kassa. Þannig við fljótu bragði myndi ég segja þessi tveir hlutir. Haraldur þekkir vel til í alþjóðlegum sjávarútvegi. Hann segir að Íslendingar standi mjög framalega. Það fullt af erlendum fyrirtækjum sem að standa líka framalega og það öflug uppsjávarútgerð í Skotlandi og það öflug útgerð í Hollandi og það öflug útgerð í mörgum löndum. Það öflug útgerð í Danmörku og það aðrar útgerðir hér í Þýskalandi. En ég held að við höfum ákveðna sögu og við höfum þekkingu og við höfum fólk sem þekkir að fara á sjó. Við höfum frábæra sjómenn, við höfum frábæra skipstjóra. Og ég held að þá fyrirtæki eins og Marel, eins og Slippurinn og eins og Vélfag og þetta fólk þessi fyrirtæki þá að njóta þess, bara þessa hefð og þessi þekking sem íslenskur sjávarútvegur hefur byggt upp bara á síðustu 20 ára. Það bara alveg ótrúlega magnað að sjá hvað hefur verið mikil endurnýjun og hvað þetta eru glæsileg skip sem eru náttúrulega að fara mun betur með hráefnið, aukin gæði, vistvænni skip. Þannig að ég held að það bara mjög gott að sjá hvað hefur rauninni flotinn hefur verið að yngjast upp núna og við sjáum fleiri skipur að koma núna á næstu árum. Íslenskt hugvit borð í þessum togurum? Þetta náttúrulega meira og minna allt íslenskt hugvit sem náttúrulega alveg frábært að sjá hvernig íslenskt hugvit hefur verið rauninni að hasla sér völl líka í skipum með erlendis eins og við sjáum þá samningar sem búið að gera núna í Rússlandi og víðar, þannig að við erum virkilega að setja
marka okkar á rauninni svona þá tækniþróun sem á sér stað í fiskiskipaflótanum rauninni bara allan heim núna. Litið upp til íslensks sjávarútvegs og þeirra tæknikunnáttu sem að þeir búa yfir? Ég held að sko þessi fyrirtæki sem við sjáum eins og Marel og Skaginn og fleiri sem að eru að koma að þessum skipum hérna að þetta eru náttúrulega fyrirtæki sem eiga langa sögu og djúpa rætur í íslenskum sjávarútvegi og með því hafa þau og í samvinnu við fyrirtæki núna í ár og áratugi þróað með sér tækni og hugvit sem að rauninni bara sótt í og á heimsmælikvarða. Höldum þessu næst til Fáskrúðsfjarðar. Loðnuvinnslan burðarásinn í atvinnulífi staðarins. Framkvæmdastjórinn segir nauðsynlegt að fylgjast vel með tækninni og uppfæra reglulega búnaðinn. Þannig standist fyrirtækið harða alþjóðlega samkeppni. Ég held að það sé grunnurinn að því að lifa til framtíðar. Það að hafa raunverulega afkomu til þess að geta uppfært tæknina. Það eru mikla tæknibyltingar í bolfiskvinnslu og í uppsjávarvinnslu og því öllum nauðsynlegt ef menn ætla að standa samkeppnin af sér að uppfæra sig. Einnig það þannig að það kannski ekki til framtíðar til allt þetta fólk sem þarf í þetta. Þess vegna nauðsynlegt að tæknivæðast. Friðrik segir að nýjar og fullkomnar vélar í bolfiskvinnslunni geri fyrirtækinu kleift að uppfylla þarfir markaðarins. Áreiðanleikinn aukist. Hann segir að íslenskir framleiðendur fiskvinnslubúnaðar standi framarlega. Það á bæði við uppsjávar frystihús og svo bolfisk frystihús. Þetta meira og minna allt búnaður frá Íslandi. Við erum komin í bolfiskvinnsluna, þar sem íslenska hátæknin ræður ríkjum. Það alveg frá flökunarvélunum og inn að tækjum með frystiklefum. Það bara íslenskt hugvit á milli. -1 roðfléttuvél sem þýsk. Allt annað íslenskt. Hvers vegna fóruð þið þá leið að vera með íslenska vélar? Ég hef ekki séð neitt búnað sem betri. Kynnum okkur fyrst flökunarvélina. Hún vinnur bara allan fisk, allan bolfisk, frá rauninni undirmál og upp úr. Það einn og einn fiskur sem þurfum að handflaka í dag. Það mikill munur frá því sem áður var væntanlega? Já, og 4 menn í handflökun og nú allt vélflakað. Höldum þessu næst í uppsjávarvinnslu loðnuvinnslunnar. Þar verið að frysta loðnum og unnið allan sólarhringinn. Þegar blokkirnar koma á færiböndum frá frystunum, tekur vélmenni við og staflar á bretti. Þessi róbót nýr sem hefur lett mikið störfum hérna. Hversu mikið sparar hann í mannskap? Það sparar svona 4-5 menn á sólarhring. Þetta var erfiðis vinna að stafla á bretti? Já, þetta var erfiðast af þessu held ég að verið þetta. En róbótinn, hann aldrei þreyttur? Nei, ekki ennþá allavega. Nei, hann hefur ekki klikkað ennþá. Var það bylting að fá róbótinn? Já, þetta var mjög mikið mönnum. Mjög gott. Hvað segir mannskapurinn yfir þessu? Já, ég held að ég sé mjög ánægður með hann, sko. Já, tæknivæðingin áberandi hvert sem litið Fiskiðjuver útgerðarfélags Akureyringa gott dæmi í þessum efnum. Húsnæði pökkunarstöðvarinnar sér hannað til þess að mæta ítrustu kröfum markaðarins. Það svona það sem gerist með róbótunum, að þessi einhæfu störf hverfa í staðinu, koma inn svona eftirlits- og tæknistörf. Þannig að í þessum sal voru kannski 6-8 sem voru að raða á bretti allan daginn. Í dag þetta 2-3 sem fylgjast með því að hlutinni gangi vel fyrir sig og það ekki þetta líkamlega erfiði. En þið væntanlega að afgreiða hér pantanir á marga viðskiptavini.
Hvernig gengur róbótunum að þekkja hver kassa á að fara? Það eitt sem breytist með róbótunum. Ef að upplýsingarnar sem að færa eru réttar, þá gerir hann ekki mistök. Það kom það fyrir að þegar við vorum að raða á mörg bretti, margar tegundir og marga kuna, þá voru verið að setja vitlausan kassa og vitlaus bretti. En það hefur alveg horfið hérna með róbótunum. Þeir gera ekki þannig mistök. Og við skulum næst fylgjast með sjálfkeyrandi lyfturum sem virðast vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera. Þeir keyra bara salinn og sækja og gera það sem þeir eiga að gera og það kemur engin nálægt þeim. Eru þeir að rekast á veggi og svo framvegis? Nei, það er kannski munurinn á sjálfkeyrandi lyftara og mannlegum. Þessir keyra aldrei á. Þeir keyra aldrei á mann því að það er öryggiskerfi í kringu og þeir stoppa bara. Og þetta hefur eins og róbótunni gengið alveg frábærlega. Þetta er svona tækni sem er að ryðja sig til rúms í stóru vöruhúsum og víðar og örugglega bara eftir að enda út á þjóðvegunum. En hún er alltaf komin hérna inn í frystihúsið. Þetta sparar mannskap líka væntanlega? Já, þetta sparar mannskap. En eins og með lyftarana þá líka útilokar þetta þessi mannlegu mistök. Næstu skulum við heimsækja höfuðstöðvar hátæknifyrirtækisins Völku í Kópavogi sem sérhæfir sig í vélbúnaði fyrir fiskvinnslur bæði á sjó og landi. Starfsmenn eru 60 og hefur þeim fjölgað jafnt og þétt á undanförnum árum. Helmingur af framleiðslunni er seldur til erlendra viðskiptavina. Segja má að vaskurðarvél Völku sé flaggskip fyrirtækisins. Jú, þetta flókin, þetta hátækni, einhverja röntgenvélar og þrívítar myndavélar og róbótar, vaskurðarróbótar sem að skera, þannig að flókið en þegar allt kemur til alls þá eru tiltölulega fáir íhlutir í svona vél, þannig að það er ekki flókið að reka þessa vél og í sjálfu sér frekar einfalt. En hvað er það sem kaupandinn spyr fyrst og fremst um? Jú, betri nýtingu á hráefni. Það er það sem við erum að leggja áherslu á í bara öllu þess sem við gerum. Það er að auka virði fyrir kaupandann og nýting er einn hluti af því. Það er aukin nákvæmni og það síðan bara eins og vaskurvélin til að mynda og það er það sem hún er að gera. Hún er að hámarka verðmæti úr hverju einstöku flaki sem fer inn í hana og gera hluti sem var ómögulegt að gera áður með mannsauganu og mannshöndinni. Hafa kröfurnar tekið breytingum í tímans rás? Já, það tekið breytingum og eru að breytast á hverjum degi líka við. Í hvernig umhverfi eru þið? Stólið þið mikið á samvinnu við greinina sjálfa og er greinin opin fyrir slíka samvinnu? Algjörlega. Mjög opin og þessi fiskvinnsla, fiskiðnaður hérna á Íslandi, hann hefur stutt mjög vel við bakið á tæknifyrirtækjum og er mjög áræðinn tilbúinn að taka áhættu og þróa búnaðinn áfram. Og það er, eins og við sjáum, mörg fyrirtæki hérna til blómstra sem að þú sérð ekki annars staðar í öðrum löndum, nágrannalöndum í kringum okkur. Áfram höldum við að fjalla hátækni í íslenskum sjávarútvegi. Við erum stödd í Grindavík í vinnsluhúsi Stakkavíkur. Raforkunotkun er nokkuð stór liður í bókhaldi sjávarútvegsfyrirtækja. Fyrirtækið Páena hefur þróað nokkurs konar hlerunarbúnað sem hreinlega vaktar alla raforkunotkun. Þetta er íslensk tækni sem hefur verið markaðsett erlendis. Þetta er hlerunarbúnaður. Að við erum að sýrita rafmagnsnotkun á þeim tækjum og því svæðum og stofnunum sjálfum í
í fyrirtækjum til þess að fá betri mynd af rafmagnsnotkuninni, bæði til þess að spara í útiloka sóun, þessi minnka sóun og svo að vakta þessa áhættuþætti eins og bara mótor og annað að straumnotkun eykst eða dettur út að þá getur kerfið látið vita. Rafmagnssóun getur væntanlega kostað umtalsverða fjármuni, dæmi? Já, rafmagnssóun nefnilega býsna drjúg. Ég get gefið dæmi bara loftpressa í fyrirtæki eins og í útgerðar fyrirtækjum. Loftpressa sem lekur, við getum séð það með því bara að sjá straumnotkunina og það getur verið rafmagn til bara 3-4 húsa í mánuði að ein loftpressa leki í svona fyrirtæki. Frá Grindavík höldum við norður til Akureyrar. Slippurinn sérhæfir sig í þjónustu við sjávarútveginn. Helmingur verkefna í tengslum við erlendar útgerðir, svo sem rússneskar. Þarna erum við í tilfelli þessara útgerðar í Rússlandi. Þar keppum við norskar skipasmíðastöðvar viðhald á skipinu. Þetta skip getur ekki sótt sér þjónustu til Rússlands, svona reglugerðar sem þar eru. Og þar eru við bæði varðandi gæði á þjónustu og svo verð, þá erum við betri heldur en Norðmennirnir. Norðmennirnir eru skipasmíðaþjóð, þannig að viðhaldið hefur kannski verið þeir sinna því minna heldur en áður og þar komum við sterkir. Eiríkur segir að á Eyjafjarðarsvæðinu sé til staðar mörg fyrirtæki sem sérhæfi sig í þjónustu við sjávarútveginn. Svæðið sé orðið þekkt víða heiminn. Hér í Eyjafirðinum, ekki bara á Akureyri, heldur dreiftum Eyjafirðinu eru fyrirtæki sem eru fremst á sínu sviði hér á Íslandi og jafnvel þótt við að vera leitað. Við erum alltaf með slippinn hér, framleiðandi á vinnslubúnaði. Við erum með rafvirkjafyrirtæki hér sem sérhæfir sig í skiparafmagni. Við erum með fremsta kæliaðilann á landinu og í Evrópu. Við erum með fiskvinnslu framleiðanda hér, Ólafsfirði, Vélfag. Og ég geti haldið áfram og hér fá útgerðaraðilar eða aðilar í sjávarútvegi fyrsta flokks þjónustu og menn vita það og hingað koma menn. Og það styrkur svæðisins? Það klárlega styrkur svæðisins og ég held að öll þessi fyrirtæki hafa náð að selja þjónustu hvers annars þegar þeir eru að selja sinni eigin þjónustu. Í okkar tilfelli þegar við höfum fengið skip til okkar í viðhald, við höfum smíðað ákveðin búnað fyrir þau, við höfum bent þeim á búnað frá hinum fyrirtækjunum og svo öfugt. Þannig að við erum þannig séð að styðja hvert annað, þó að sé ekki sjálfsög skipulega gert. Marel risinn á sviði hátækni í sjávarútvegi. Marel alþjóðlegt fyrirtæki, starfsmenn eru hátt í 6.000 í 6 heimsálfum. Höfuðstöðvarnar eru hérna á Íslandi, starfsmenn á Íslandi eru 600. Atvinnupúlsinn heimsótti veglegan bás fyrirtækisins á sjávarútvegssýningunni í Brussel sem sú stærsta í heiminum. Þar sýndi Marel nýjustu vélar og tæki. Marel að breytast dag frá degi og ég held að megin gæfa Marels að hafa alltaf skýra framtíða sín, frábært starfsfólk og umpólast ekki yfir nótt, heldur taka skref fram. Fyrir 10 ára síðan byrjuðum við að selja tæki, fyrir 10-20 ára síðan vorum við að selja tæki. Núna erum við þjónustuaðili líka, við erum hugbúnaðarhús, við erum væntanlega stærsta hugbúnaðarhúsið á Íslandi. Þetta mun verða meira og meira eins og fjórða iðnbyltingin, samtenging tækja og tryggja það að virðiskeðjan öll að tryggja neytendum hámarksgæði í kjöt, kjúklingi og fiski hvern einasta dag. Þannig að meira og meira hugbúnaðarhús, fyrst og fremst erum við samansafn af mönnum og konum, 5.500 manns sem að drífa þetta áfram ástríðu og við í rauninu elsku þetta af því að þetta mjög nálægt okkur, þetta matvæli.
Þannig að þið eru þá sæmilega skóuð til þessara göngu, getum við sagt. Það má segja að við séum virkilega vel skóuð og það alveg vel reimað og tvöfaldi hnútar sko. Þannig að við erum virkilega klár í bara að takast á við áskoranirnar sem eru framundan. En það fiskeldið þar sem að mestur vöxturinn verður, sjáu þið það fyrir? Já, við erum að sjá að því að sko vildi fiskurinn búinn að vera staðnaður núna, þú veist bara, við erum komin í þak þar. Þannig að það sem við erum að horfa á þar bara meiri nýting og á aflanum sem kemur upp úr sjó. En öll aukningin sem hefur orðið í rauninni í aquaculture og þar erum við að sjá nýjar tegundir koma inn. Þú veist, laxinn búinn að vaksa upp í svona virkilega stóra stærð og þeir eru búnir með leyfin og má segja firðina upp í Noregi en að taka þá skrefin út á sjó og svona taka svona practical steps til þess í rauninni að auka magnið og svo eru nýjir staðir sem eru að koma inn líka og svo á sama tíma þá erum við að sjá samþjöppun í rauninni eins og í tilapíu og það eru stærri fyrirtæki sem eru að koma inn með reynslu úr kjúklingaiðnaðinum og laxinum þannig að þeir í rauninni þekkja okkar tæki og eru að taka þetta svona upp á næsta stig. Við kveðjum Marel. Það hefur orðið gríðarleg breyting á starfsumhverfi skipstjóra. Öll tæki eru miklu hraðvirkari og sjálfvirknin mikil. Tölvurnar eru öflugar. Stórir skjáveggir eru áberandi þar sem hægt að fylgjast með öllum búnaði. Það engin skjár merktur neinu tæki. Það öllum vídeóum og kontrollum eins og hægt breytt yfir í IP. Og síðan þetta bara eins og við getum líkt eins og Excel og Word og hinn og þessi prógram bara röðuð inn á skjáina og búna til senur. Þú kannski með eina senu á Note, aðra senu á flottrolli, heimstím, útstím og svo vidare. Þannig og eins til dæmis að þú bætir við tæki, þá þarf ekki smið til að finna einhvern stað fyrir skjáin. Þú hlýðrar til bara og við til dæmis aðstæður á fiskileit, þá ertu með fiskileitartækin stærri, svo er ofta stíma. Þá ertu með kortið og radarinn og svona stærra. Þetta allt meira flexible. En viðgerðir og viðhald allt saman, fer það fram úr landi? Já, mjög mikið. Vegna þess að endurnýjun og tækjum eru örari. Það lítið bilar þetta minna og þegar þetta kannski að bila þá þetta eitthvað að krassa í hugbúnað eða eitthvað slíkt. Það ekki gert mikið við vélbúnað lengur. Það endurnýjað kannski bara eins og dekk á bíl. Sem að slitnar, legur og svona, en það fer ekki mikið viðgerðin og verkstæði lengur. En hvað með stillingar á tækjum? Jú, það alveg hægt með flestöll tæki í dag að stilla það úr landi og eins líka bílanagreina og aðstoð úr landi. Þarf skipstjóri í dag endilega að vera fiskinn? Þetta ekki bara tölvurnar? Nei, hann verður á fiskinn. Þú sérð ekkert fiskinn ef þú ert ekki á réttu stað. Það hefur samt komnar græjur sem að hjálpa skipstjórunum að vera á réttum stað. Það eru svona gervitúlamyndir sem sýnir átuflekki, hitastig sjávar og svona. Við vitum að makríllinn í einhverju 9-11 gráðum þegar hann er að koma hingað og eins hann utan í átuflekkum. Þannig að þetta hjálpar. En ég held að þetta aldrei út. Nei, tölvurnar taka sem sagt ekki öll völd. Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Fyrirtækið selur sjálft sínar afurðir og með söluskrifstofur víða heiminn. Liður í sölustarfseminni að taka þátt í sjávarútvegssýningu, svo sem í Brussel. Það skiptir okkur afskaplega miklu máli að eiga ekki viðskiptavin bara í dag, heldur á morgun líka og til lengri tíma. Bara sem dæmi að viðskiptavinur okkar í Japan, eða þess að stóri viðskiptavinur okkar þar, búin að vera í viðskiptum við vinnslustöðina í 30 ár. Og það skiptir afskaplega miklu máli að eiga viðskiptavin til langs tíma. Menn verða að hugsa til langs tíma í sjávarútvegi. Selur fiskurinn sig ekki sjálfur? Nei, hann selur sig ekki sjálfur. Auðvitað getur selt hann og þá ertu kannski bara að selja hann á verði og þá spyr fólk bara verð og kaupir, hinum megin eru kaupendur og þá vilja þær bara kaupa hann á lægsta verðinu
En við þurfum auðvitað að útskýra hvers vegna okkar íslenski fiskur góður og það auðvitað gæði, en það ekki bara gæði, það líka þjónusta sem skiptir miklu máli. Og það skiptir miklu máli eins og bara til dæmis í verslun á Íslandi, ef það stundum til kjúklingur og stundum ekki. Þá ég ekki viss að kjúklingar væru jafn mikið á borðum Íslendinga eins og þeir eru í dag. En hvað handan við hornið í tækninni? Ég held að það sem í mínum geira sé tegundagreining á fiski, örugg. Það ný tækni eða gömul tækni en það fara hægt að nota þessa tækni sem kölluð chirp sem aðgreinir mikið betur fisk í sjó. Eins radarinn, hann út af chirp-tækni, það engin magnetróna lengur. Við vorum í gamla daga á S-bandröturum að senda út 30 kW, 30.000 watt. S-bandradarinn sem við erum að selja í dag, hann 30 watt. Og engar svona radiotruflanir frá þessu minni orka, en miklu betri mynd. Ég get aðgreint veður frá fugli, frá skipum og sama sagan með fiskinn. Það mismundi stór sundmægi á honum, mismundi endurvarp á hljóðinu og tölvurnar svo hraðvirkar að það orðið miklu einfaldara þó það séu flókið, þeir sem að smíða þetta, en það orðið einfaldara að vinna úr gögnunum jafnóðum. Og það kemur alltaf tölvurnar, það eru svo fljótar að vinna. Og líka held ég bara forritunin, menn eru farnir að nota það, jafnvel sama tölvan í símanuðinum og í aflanema frá framleiðendum aflanema. Þetta bara mismunandi hugbúnaður. Þannig að tæknin á fleygiferð? Já, hún á fleygiferð og svo held ég að sé líka eigi eftir að koma myndavélatækni. Ég held að það eigi eftir að koma sérstaklega í ákveðnu veiðiskap þar sem að ég veit að Hampiðjan til dæmis hefur verið að hanna taugar sem eru með innbyggðum ljósleiðara og þá ertu náttúrulega komið með gríðarlega hraða til að senda upp upplýsingar frá myndavélum með öðru og svo kannski fara veiðarfærin að breytast. Já, tæknin sem sagt á fleygiferð. Þessi þáttaröð hátækni í sjávarútvegi á enda. Við á N4 þökkum öllum þeim sem komu að gerð þáttanna fyrir samstarfið.